Góð mæting. Við ætlum að eiga rosalega góðan dag hérna saman. Vonandi fyrir tæknina að kikka hérna inn svo við getum streymt þessu. Jæja, þá þetta komið hjá okkur. Verið öll hjartanlega velkomin á þennan opna fund okkar hér í Saman gegn sóun í rjómablíðunni á Egilsstöðum. Ég heiti Birgitta Steingrímsdóttir og ég ætla að vera fundarstjóri hérna í dag og ég starfa hjá Umhverfisstofnun í teymi hringrásar hagkerfis. Saman gegn sóun úrgangsforvarnarstefna stjórnvalda. Og þið hugsið kannski með ykkur hvað þýða úrgangsforvarnir, það ekki nema von. Úrgangsforvarnir snúast í kjarna sínum það að við reynum að draga úr myndun úrgangs, koma í veg fyrir að verði úrgangur til. Og þá þurfum við að finna leiðir til þess að nýta hluti, vörur, hráefni og auðlindir sem best og lengst. Og þessi fyrsta úrgangsforvarnarstefna stjórnvalda, Saman gegn sóun, hún kom út árið 2016 og við hjá Umhverfisstofnun höfum rekið þetta verkefni allar götur síðan. Og nú hefur náttúrulega mikið vatn runnið til sjávar, 8 ár liðin, þannig að við höfum tekið ákvörðun það að endurskoða þessa stefnu og móta í rauninni nýja stefnu. Og þá náttúrulega einhver vegi að horfa tilbaka og sjá hvernig okkur hefur gengið, bæði okkur í þessu verkefni en líka bara okkur sem þjóð, hvernig gengur okkur að draga úr sóun. Og svo þurfum við að móta okkur nýja leið inn í framtíðina. Og þess vegna ákváðum við að fara á stað og við erum að hitta fólk, stofnanir og fyrirtæki út allt land. Við vorum á Ísafirði í síðustu viku, þar áður á Akureyri og erum núna hérna á Egilsstöðum í dag. Og það sem við gerum að við fáum svolítið svona stöðuna á svæðinu. Við veitum líka fræðslu hérna frá okkur á Umhverfisstofnun. Og svo fáum við innblástur frá fyrirtækjum og stofnunum sem að starfa á svæðinu og eru á einhvern hátt að draga úr sóun í sinni starfsemi. Og svo eigum við hérna samtal í lokin. Þegar streyminu lýkur þá ætlum við sem erum hérna á Hótel Valaskjálf að eiga umræður leiðir til aðgerða inn í framtíðina. Mér langaði líka að segja ykkur frá því að við hjá Umhverfisstofnun erum líka með verkefni sem heitir Hringrásarklasinn. Og þetta verkefni sem var til í fyrra og klasinn í rauninni svona stuðningsnet fyrirtækja sem að starfa með hringrásarlausnir. Og við höfum fundið fyrir því bara undanfarin 2, 3, 4 ár að það mikil ásókn hjá fyrirtækjum í bara ráðgjöf bæði frá okkur og öðrum fyrirtæki sem vilja gera vel og þurfa í rauninni kannski bara aðstoða að navigera regluverkið, hvar á að leita sér fjármagns og svoleiðis. Þannig að hringrásarklasinn á að veita í rauninni þennan stuðning. Og að sama skapi að þá erum við líka að heyra frá þessum fyrirtækjum hvar þau eru að lenda á vegg. Stjórnkerfið einhvern veginn að vinna á móti því að þau geti dregið úr sóun og svo framvegis, þannig að það líka rosalega gott fyrir okkur að heyra frá fyrirtækjum og reyna að greiða úr flækjum ef einhverjar eru. Þannig að endilega ef þið eru starfið fyrir fyrirtæki eða eru með einhverja viðskipta hugmyndið eitthvað í anda hringrásarhagkerfisins að heyri okkur í hringrásarklasinum. Ég ætla aðeins að fara nánar í þetta hugtak úrgangsforvarnir. Hér rauninni skilgreiningin eins og hún kemur fram í lögum. Úrgangsforvarnir eru þá ráðstafanir sem eru gerðar áður en efniviður eða vara orðin að úrgangi og þær miða að því að draga úr magni úrgangs, neikvæðum áhrifum úrgangs á heilsu og umhverfi og skaðlegum efnum. Og hann Jóhannes, samstarfsmaður minn, hann ætlar að fara betur í þetta hérna á eftir, en það bara ótrúlega mikilvægt að við áttum okkur á því að stefna stjórnvalda í hringrásarmálefnum, hún heitir í átt að hringrásarhagkerfi, og hún tvíþætt, þannig að hún í fyrsta lagi þessi stefna úrgangsforvarnir, hvernig við komum í veg fyrir að úrgangur verið til, og svo þessi almenna stefna meðhöndlun úrgangs, þið vitið, flokkunin, söfnunin og allt þetta, meðhöndlunin. Og það ótrúlega auðvelt að falla í þann pitt að fara að tala flokkun og söfnun og endurvinnslu, auðvitað tengist þetta allt. En við stöndum alltaf flest frammi fyrir því mörgum sinnum á dag í vinnu og heimili að þurfa að flokka okkar úrgang og óhjákvæmilega vakna ýmsar spurningar það. En við ætlum að reyna að halda okkur svona úrgangsforvarnar megin hérna í dag.
og við höfum svolítið grínast með upp í vinnu, við erum með svona sektarbauk, þannig að ef maður að vinna í verkefnum í úrgangsforvörnum þá þarf maður að borga sekt ef maður fer að tala flokkun eða endurvinnslu, þannig að við kannski höfum það bak við eyrað hinn dag. Ok, svo langaði mig að segja ykkur aðeins frá því bara hvað við höfum verið að gera í þessu verkefni saman gegn sóun. Það má kannski segja að allt frá því að við byrjuðum með þetta verkefni hérna 2016 og fram til dagsins í dag, þá höfum við verið svona kannski einna helst í fræðslu og vitundavakningu. Og það var bara ótrúlega mikil þörf á því þarna árið 2016. Bara meðvitundin í samfélaginu var allt önnur en hún í dag. Og það sem við vorum að gera og höfum verið að gera að fara inn í skóla, stofnanir, fyrirtæki með fyrirlestra. Við höfum búið til alls konar svona auglýsingaherferðir, verið með hackathon, veitt verðlaun fyrir framúrskarandi plastlausar lausnir og svo framvegis. Og við finnum það núna að einstaklingar, við höfum kannski einna helst verið að tala við einstaklingana, að þeir eru orðnir mjög meðvitaðir. Fólk er mjög meðvitað sín umhverfisáhrif og það sýna bara kannanir bæði hjá okkur og til dæmis Gallup. Þannig að fólki finnst núna vera svolítið komið tími á að fyrirtækin stígi inn og þau fari að bjóða upp á lausnir sem að auðvelda okkur einstaklingum að gera enn betur. Og það góða er að fyrirtæki, eins og ég sagði hérna áðan, eru líka farin að sýna rosalega mikinn áhuga. Og það er náttúrulega bara alls konar þrýstingur á þau, en þau eru líka bara mjög áhugasöm að gera betur. Þannig að það sem okkur langar að gera í þessari nýju stefnu er að vera svona aðgerðamiðaðari og að ná betur til fyrirtækja, fá þau með okkur og auðvelda þeim að auðvelda okkur einstaklingum lífið þegar kemur að því að draga úr sóun og myndun úrgangs. Ok, þetta er þess að dagskráin okkar hérna í dag. Núna á eftir mér ætlar hann Jóhannes Bjarki, samstarfsmaður minn, að segja okkur aðeins nánar frá þessu verkefni saman gegn sóun. Hvernig hefur gengið, hvað þetta þýðir og allt þetta. Þá ætlum við að þysja inn og fá svolítið stöðuna hérna á Austurlandi. Hún Dagmar Ýr frá Austurbrú, hún ætlar að segja okkur hvað staðan er á svæðinu. Og svo fáum við 3 erindi frá fyrirtækjum eða stofnunum á svæðinu. Hallormsstaðaskóli, Alcoa Fjarðaál og Fjarðabásar ætla að segja frá því sem þau eru að gera til þess að draga úr sóun í sinni starfsemi. Þá lýkur streyminu og við færum okkur yfir í samtal aðgerðir, einnig öll sem erum á Hótel Valaskjálf. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Jóhannes, vilt þú ekki bara koma hérna upp á svið? Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Gaman að sjá svona mörg mætt hérna í dag. Mörg ný andlit fyrir okkur Birgittu að sjá hérna. Sem mjög skemmtilegt, sérstaklega skemmtilegt fyrir mig að koma hingað austur af því ég er sem sagt líffræðingur. Þá einhvern veginn leita ég alltaf í að tala náttúruna, hugsa náttúruna og þess vegna kannski enda að mynda hnettunum hérna upp á glæri hjá mér. Það koma hingað austur af því ég hef svolítið verið í grasafræði, það er svona smá pílagrímsferð, það er svo mikið af plöntum og skrýtnum fléttum og svona hérna fyrir austan sem maður sér ekkert fyrir sunnan eða annars staðar á landinu heldur. En það færir mig svona svolítið til þess að hugsa til hvers erum við að þessu öllu? Af hverju erum við að koma í veg fyrir sóun? Af hverju erum við að vinna í umhverfismálum? Hvað er stóra markmiðið okkar? Nú, kannski að einhverju leyti er sóun málefni sem að er þverfaglegt. Þetta er eitthvað sem við ættum að vera að gera hvort eð er. Mér verður stundum hugsað til þess að hér á jörðinni, við erum í lokuðu kerfi. Allar auðlindir sem eru til á jörðinni núna voru líka til fyrir 1000 árum eða fyrir 10.000 árum, voru til þegar mannkynið byrjaði að þróast, voru til þegar risaeðlurnar voru uppi. Á hnettinum okkar, í umhverfinu sjálfu er engin úrgangur. Allt sem fellur til er auðlind fyrir næstu lífveru. Mér finnst þetta svolítið falleg hugmynd og mér finnst gaman að spegla það í okkar hagkerfi. Nú við erum auðvitað vön því að vera lengst til vinstri, allavega ég var alinn upp þannig þegar ég fæddist árið 1993 að þegar maður var búinn að nota eitthvað þá átti maður bara að henda því í ruslið og það var það sem var best að gera við ruslið sitt, að bara henda í tunnuna. Og ég hlæ svolítið að því ég er með gamla ársskýrslu frá Sorpu á borðinu hjá mér, ég þurfti eitthvað að fletta ykkur upp frá 1998 og þar er markmiðið þeirra að þau eru að urða 85% af öllum úrgangi og eru að monta sig að því í skýrslunni. Við náðum að urða 85%. Við erum svo góð fyrir umhverfið. Á næsta ári ætlum við að urða 92%. Það er markmiðið okkar. Þannig að síðan þá hafa hlutinir breyst alveg ótrúlega mikið og ótrúlega hratt.
það er eitthvað sem einkennir kannski úrgangsmálin eins og önnur umhverfismál, hlutir breytast mjög hratt. Nú við föttuðum auðvitað tiltölulega snemma að línulega hagkerfið var ekkert sérstaklega gott businessplan, við getum bara nota hverja auðlind einu sinni, þannig að þá fórum við að hugsa hvernig getum við nýtt hlutina betur. Við fórum yfir í endurvinnslu hagkerfið, við föttuðum það, til dæmis bylgjupappi er eitthvað sem er hægt að endurvinna tiltölulega auðveldlega og þarf aldrei að rækta ný tré, þú ert bara að bleyta upp í honum og pressa upp á nýtt og þá ertu komin með nýjan bylgjupappa. Þannig að endurvinnslu hagkerfið var eitthvað sem meikaði sens þá. Nú við sjáum það núna, við getum ekkert gengið lengur á auðlindir jarðar, það er lengur við, svo sem fyrir löngu hefðum við ekki getað lengur. Þannig að við sjáum að stóra planið okkar inniheldur hvorki þetta línulega hagkerfi né endurvinnslu hagkerfi, við viljum nýta allt, þannig að allt sem fellur til sé hráefni inn í næstu hringrás og þetta er eitthvað sem við köllum hringrásarhagkerfið, við erum að miða svolítið að því að verða eins og jörðin. Þannig að sem minnst af úrgangi falli til. Og til þess að þá þurfum við einhvern veginn að skilja hvað er úrgangur og hvað eru úrgangsforvarnir og svoleiðis. Ég veit að þetta er freka flókið og Birgitta var ekkert að grínast með sektarbaukinn, við höfum örugglega getað splæst í veitingar fyrir sektarbaukinn okkar hérna. En ég veit að þið eru líka mismunandi, við erum öll mismunandi, okkur finnst mismunandi að læra hlutina, við vippum upp skilgreiningunni áðan, úrgangsforvarnir er allt sem gerist áður en að úrgangur verður til. Ok, þannig að allt sem er ekki rusl, erfitt að mæla, erfitt einhvern veginn að sjá það fyrir sér. Mér finnst mjög þægilegt að sjá fyrir mér þessa mynd hérna. Þetta er það sem við kallum úrgangsþríhyrningurinn og við sjáum þannig ofarlega þar erum við búin að teikna svona fallegt strik, allt fyrir ofan er ekki úrgangur og allt fyrir neðan er úrgangur. Við viljum halda okkur fyrir ofan strik, þannig að farið yfir strikið í dag. Frasi dagsins, ok. Fáir hlæja svona fyrir ykkur í streymi bara að vildu vita. Hérna, kíkjum aðeins á þennan þríhyrning. Mér finnst það nefnilega gagnlegur til að svona setja upp stóru myndina. Því neðar sem við erum í þessum þríhyrningi, því verri er aðgerðin okkar. Þannig að segjum til dæmis að ég eigi eitthvað úrgang, ég eigi einnota plastmál eða eitthvað svoleiðis. Það versta sem ég get gert við þetta er að farga því, að urða það til dæmis, eða jafnvel að brenna. Þetta er svona eiginlega versta nýtingin. Síðan getum við fikrað okkur upp önnur endurnýtinga, ok, ef við ætlum að brenna það, þá kannski allt eins gott að nýta í orkuframleiðslu eða ekki. Við förum enn ofar endurvinnsla, ég get auðvitað sett einnota plastbolla, ég get sett hann í endurvinnslu og það er kannski hægt að nýta hann í nýjan einnota plastbolla eða flíspeysu eða eitthvað svoleiðis, jú, allt er lagi. Best er náttúrulega að við bara nota hann aftur og aftur og aftur, en hann er svo sem framleiddur einnota, þannig að það er ekkert hægt endalaust heldur. Og þá komum við að úrgangsforvörnum. Nú erum við komin fyrir ofanstrik, hvað getum við gert til að koma í veg fyrir að þessi einnota plastbolli verði til að byrja með? Ok, hvernig líta svona úrgangsforvarna aðgerðir út? Takk eftir því, við erum ennþá með sama strik þannig að við viljum halda okkur fyrir ofanstrikið. Úrgangsforvarna aðgerðir felast til dæmis í því að afþakka. Ég geti sagt, nei takk, ég vil ekki fá hann einnota bolla, ég er bara með minn eigin fjölnota. Þið sjáum til dæmis að hótelið hérna er búið að sjá þetta fyrir ykkur, það eru fjölnota bollar hér. En það væri alveg eðlilegt á svona viðburði að margir væru með einnota bolla eða ekki og þið myndu væntanlega samt fá okkur kaffi, þarna er bara búið að afþakka fyrir ykkur. Þetta er mjög góð úrgangsforvarnar aðgerð sem er jafnframt mjög ósýnileg. Ef við réttum upp hönd, hver hérna taka bækur á bókasafni? Eða ekki? Við erum að stunda úrgangsforvarnir án þess kannski að fatta það dagstælega. Ég heyrði svona svolítið gott dæmi daginn, við erum með svona almenningssundlaugar og það sé mjög góð úrgangsforvörn og ég sagði, hvernig getur það verið? Já, það er ekkert sjálfgefið. Við lítum hérna vestur yfir haf, það er fólk með sínar eigin sundlaugar í sínum eigin garði. Kíkja á Google Maps yfir Flórida, það eru allir með sína eigin sundlaug, fáar almenningssundlaugar. Þetta er úrgangsforvörn, eins ósýnileg hún getur orðið. Nú er ég farin að blaðra, við getum afþakkað hluti, við getum líka endurhugsað, getum við skipulagt hlutina einhvern veginn þannig að úrgangur verði ekki til, getum við minnkað flutningskeðjur, birgðakeðjur, eitthvað svoleiðis, að draga úr magni þeir sem eru í framleiðslu, þurfum við að hafa allar þessar pakningar, erum við með pakningar inn í pakningum til dæmis, eða ef við þurfum pakningar geta þær verið úr einsleitu efni, þannig að sé auðveldara að nota þær aftur. Getum við þynnt þær, þurfa þær að vera úr svona þykkum pappa, geta þær að vera úr þynnri pappa. Allt þetta eru dæmi úrgangsforvarnir, nota hlutina aftur, að gera við hlutina svo endist sem lengst, eða bara einfaldlega að framleiða hluti upp og nýtt á úrnotuðum hlutum. Þetta eru allt dæmi úrgangsforvarnir, þetta er allt eitthvað sem er fyrir ofan strik hérna.
Ok, svo Birgitta nefndi það, við erum alltaf að blara við almenning, þau hafa heyrt ýmislegt úrgangsforvarnir og eru búin að ná skilaboðunum. Fólk veit nokkur einn hvað á að gera og ef við gerum svona kannanir sem við gerum reglulega hjá fólki, hversu mikið ert þú að pæla í úrgangsforvörnum? Við orðum þetta vissilega einhvern veginn öðruvísi, við spyrjum til dæmis hversu mikið að lítið reynir þú að lágmarka matar og drykkjar sem hent á heimilinu. Þá sjáum við svörin hérna uppi á skjá, fólk mjög mikið að pæla í þessu. Það eru eiginlega allir sem að hugsa í meðalagi eða meira hversu mikið af matarsóun á þeirra heimili. Það er að segja, þessi svör gefa til kynna að fólk pæli mikið í þessu, mun meira heldur en einhvern veginn umræðan komin áfram. Þannig að þetta er dæmi svör sem sýna, þetta er eitthvað sem ofarlega í huga hjá fólki. Meira að segja, þannig að ljósrauða súlan fremur lítið, það er næstminnsta súlan, langminnsta mjög lítið eða ekkert og ef við bara tökum saman, þeir sem pæla allavega að einhverju marki í matarsóun eru 99,1% af þjóðinni. Þetta eru fleiri heldur en horfa á skaupið, skiljið. Þannig að þetta í alvörunni eitthvað sem ofarlega í huga hjá fólki. Við sjáum það líka í gegnum verkefnið Saman gegn sóun, þeir úrgangsstraumar sem við höfum verið að tækla, að reyna koma í veg fyrir að falli til hjá okkur. Það hefur verið að skila einhverjum árangri. Við sjáum til dæmis textíl, hann mikið í umræðinu út af hraðtísku og svoleiðis og þar eru þetta margar blikur á lofti, en við sjáum það líka að þessi úrgangsstraumur náði hámarki 2016. Síðan þá hefur magn textíls sem fellur til á Íslandi farið minnkandi. Þannig að við sjáum þarna, við erum að ná einhverjum árangri. Oft heyrum við bara jákvæða hluti í fjölmiðlum, neikvæða hluti líka, en trendið okkar allavega með textílinn á leiðinni niður á meðan flestir aðrir úrgangsstraumar fara vaxandi á Íslandi. Þetta er mjög jákvæð teikn. Nú við heyrum það líka að fólk telur sig vera búið að ná skilaboðunum, fyrirtæki vilja fá greiðari aðgang inn í einhvern veginn svona díalógin, þau vilja hafa meiri aðkomu að þessu, þau vilja líka hafa meiri aðkomu að stefnumótun stjórnvalda og það kannski líka eðlilegt því að almenningur alveg búin að ná skilaboðunum, fyrirtæki eru búin að ná hversu mikilvægt þetta bæði fyrir sinn eigin rekstur og fyrir almenning. Og hérna á þessari mynd, sem ekkert sérstaklega skýr kannski fyrir ykkur sem vinnið ekki í úrgangsmálum, þá ég búin að teikna upp úrganginn sem fellur til á Íslandi. Þetta að miklu leyti úrgangur frá fyrirtækjum. Öll þessi dökkbláa súla sem við köllum rekstrarúrgangur, þetta úrgangur frá fyrirtækjum sem fellur til í miklu magni, hann yfirleitt tiltölulega einsleitur að gerð og fellur til á einum eða mjög fáum stöðum. Þetta úrgangur sem oft tiltölulega auðvelt að endurvinna að koma í einhverja nýtingu og oft líka úrgangur sem hægt að minnka magnið á. Ljósgræna súlan þarna, þetta heimilisúrgangur svokallaður, hann fellur til hjá fyrirtækjum og heimilum og örugglega stærri partur af þessu, eða allavega stór hluti af þessu fellur til hjá fyrirtækjum og svo allt þetta gula, þetta úrgangur frá mannvirkjagerð eins og byggingar og niðurrifsúrgangur. Við skulum ekkert vera að giftast þessari súlu, ég veit hún lítur mjög dramatísk út en þetta að mestu leyti möl og sandur sem fellur til kannski í miklu magni en mjög verðlítill úrgangur og kannski svona ekkert sérstaklega skaðsamur umhverfinu. Þannig við skulum ekkert vera að obsessa yfir þessu gula. En markmiðið með að sýna ykkur þetta að úrgangur fellur að miklu leyti til hjá fyrirtækjum og þau geta haft mjög mikil áhrif með því að hagræða sinni starfsemi eða með því að hafa áhrif á stefnumótun ríkisins. Talandi nú við erum með stefnu hérna sem heitir Saman gegn sóun og verkefni okkar kemur upp úr þeirri stefnu. Stefnan sjálf sett upp á þennan hátt eins og á myndinni. Við erum sem sagt með svona mismunandi efnisflokka eða atvinnugreinaflokka sem við tökum fyrir hverju sinni. Þeir sjáu þannig að matvæli voru tekin fyrir 2016 til 2017, plast 2018 til 2019, svo fórum við yfir í textil, raftæki, byggingar og pappír. Síðan eru þannig 3 flokkar neðst sem að ganga svona þvert á stefnuna. Þeir eru einhvern veginn alltaf í vinnslu. Þetta var mjög rökrétt uppsetning á stefnunni þegar hún var sett. Þá þurftum við að eyða mjög miklu púðri bara yfir höfuð, búa til fræðsluefni, vera með vitundavakningar, sérfræðingar okkar þurftu náttúrulega líka að setja okkur inn í málefni sem ekkert auðvelt og var sérstaklega ekki árið 2016. Nú við sjáum það að þetta hefur tekist vel, við erum búin að ná mikilli vitundavakningu bæði hjá almenningi og hjá fyrirtækjum. Þannig að þetta hefur gengið vel en við erum ekkert vissum að þetta sé leiðin áfram í næstu stefnu. Þannig að það sem við viljum fá frá ykkur í dag til dæmis smá feedback á hvað af þessu hérna mikilvægast að taka með inn í næstu stefnu, hver af þessum flokkum og kannski eitthvað sem vantar inn á þessa mynd.
Nú, það sem við erum að pæla, við erum ekki búin að ákveða þetta, þannig að ekki giftast þessu heldur, en það sem við viljum gera í næstu stefnu að fá svolítið mikið feedback frá ykkur á hvaða aðferðir getum við notað til að draga úr sóun. Við getum farið mismunandi leiðir að sama markmiði og ég setti bara upp á töflu svona þær aðferðir sem við höfum verið að skoða helst. Þetta eru opinber innkaup, gögn, aðgengi að fjármagni, skattar og ívilnanir, regluverk, vitundavakning og fræðsla, ráðgjöf til fyrirtækja, vottunar og viðurkenningar. Ég ætla að biðja ykkur á eftir þegar við förum í vinnustofuna að máta ykkur svolítið við ykkar eigin starfsemi, máta þessar mismunandi aðgerðir við ykkur. Hvað myndi gagnast mér best? Ég veit að þetta er ekki meðfædd þekking. Ég setti upp dæmi fyrir okkur að fatta betur hvað við meinum með þessum aðferðum. Nú segjum til dæmis að við hjá ríkinu við viljum draga úr notkun á einnota burðarpókum úr plasti. Þetta er mjög raunhæft dæmi, þetta er eitthvað sem við vildum gera og gerðum fyrir nokkrum árum. Við getum farið margar mismunandi leiðir að þessu markmiði. Þannig ég teiknaði bara upp hvernig þessar mismunandi aðferðir ná sama markmiði. Við getum farið þá leið að beita opinberum innkaupum. Ríki og sveitarfélög bara hætta að kaupa einnota plastpoka. Ok, þá strax náum við ykkur árangri, kannski náum við líka íta við ykkur byrgjum, vera fyrirmynd annarra. Nú, bætt gögn eru auðvitað mjög mikilvæg líka. Við þurfum að vita hvað við notum mikið af einnota plastpokum, kannski einhverjar vísbendingar þar sem geta hjálpað okkur. Aðgengi að fjármagni er mikilvægt. Við þurfum að geta fjárfest í vöruþróun á öðrum valkostum og fjárfestar þurfa auðvitað að skilja líka hversu mikilvægt það að setja peninga í þessa málaflokka og hver framtíðin svo þeir séu ekki að fjárfesta í ykkur sem þeir skilja ekki. Skattar og ívilnanir eru oft til umræðu en við viljum líka fá feedback frá ykkur. Er þetta eitthvað tól sem að ykkur finnst gagnlegt eða ekki? Nú, regluverk auðvitað getur komið þannig inn að vera hægt að banna plastpoka, það er hægt að banna það við ykkur ákveðnar aðstæður eða eitthvað svoleiðis. Nú, vitundavakning og fræðsla skaðsemi plast bæði til almennings eða það sem við förum í næsta punkti, ráðgjöf til fyrirtækja. Þar getur til dæmis verið ráðgjöf til stjórnarmanna. Það getur líka verið praktísk atriði, lífplast plast eða hvað má koma í staðinn eða hvað telst eitthvað að afhenda burðarpoka, eitthvað svona. Þetta er bara eitthvað svona sem þarf kannski að ræða. Og síðan vottanir og viðurkenningar, hvað er plastlaust eða skiljiði. Það eru margar mismunandi leiðir að sama markmiði, það er pointið mitt með þessari glæru allavega. Ég held ég ætti ekki að tala mikið meira, en bara svona í lokin, aftur að þessu, til hvers erum við að þessu? Sko, ég veit alveg til hvers ég er að þessu, ég veit af hverju ég vinn í umhverfismálum, ég er líffræðingur, ég elska umhverfið, ég elska líffræðilegan fjölbreytileika, til þess er ég að þessu, en af hverju ættu þið að vera mætt hingað sem þið eru greinilega, þannig að þið hafið ykkar ástæður, en bara svona til að skerpa á því. Ég hef aldrei séð Evrópusambandið vinna jafn hratt í neinum málaflokki eins og hringrás á hagkerfinu. Þau eru bókstaflega á fullu að dæla út regluverki. Við höfum aldrei séð þetta áður. Allt þetta regluverk mun gilda á Íslandi hvort er, þannig að þetta er eitthvað sem er á leiðinni, þannig að það gæti borgað sig fyrir fyrirtæki að vera á undan kurfunni. Þetta er málaflokkur sem mun skipta mjög miklu máli, bæði í menntun og líka fyrir stjórnendur fyrirtækja að skilja vel. Það er auðvitað mikill ávinningur af því að fara vel með auðlindir. Við spörum okkur gjaldeyri, við getum aukið verðmæti skapa ný störf. Það eru margar mismunandi ástæður fyrir því af hverju við ættum að vera að þessu. Ég veit að þið hafið öll ykkar einu ástæður. En það sem við viljum frá ykkur á eftir er bara að þið takið þátt í vinnustofun okkar og segið svolítið hreinskilnislega hvað hentar ykkur og hvað ekki. Ég ætla ekki að tala meira. Birgitta, vilt þú ekki taka við aftur? Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Jóhannes. Eins og Jóhannes kom inn á, þá er sannarlega þrýstingur til staðar. Þrýstingur frá Evrópusambandinu og þrýstingur í gegnum virðiskeðjuna, þrýstingur frá neytendum. En það eru líka tækifæri í þessu fólkin. Og ég er ótrúlega spennt að sjá hvaða tækifæri eru til staðar hérna á Austurlandi, hér á svæðinu. Og hingað er hún komin, hún Dagmar Ýr frá Austurbrú og hún ætlar að segja okkur nánar frá því. Gjörðu svo vel, Dagmar. Ráðherra og góðir gestir frá Umhverfisstofnun, við langar að byrja að bjóða ykkur hjartanlega velkomin til okkar hingað austur og bara þakka fyrir að við fáum tækifæri til að taka þátt í þessari vinnu og vera aðili að því að móta þessa stefnu. Ég er afskaplega glöð líka að sjá hvað er góð mæting. Við þurfum að telja á eftir og vera vissum að við höfum unnið Ísafjörð, gerið þið það ekki, örugglega Birgitta? Já.
þannig að ég geti nú montað með að því næst þegar ég heyri inn í Sirri vinkonum minni fyrir vestan. En heyriði, ég ætlaði aðeins að tala tækifærin á Austurlandi og svona hvernig bara nefna nokkur dæmi, taka það fram strax að þetta engan veginn tæmandi listi yfir öll þau verkefni sem í gangi á Austurlandi þegar kemur að því að draga úr sóun og virkja hringrásarhagkerfið. En þetta allavega svona dæmi nokkur og mér langar fyrst að byrja á að nefna að við auðvitað hér á Austurlandi sláum tóninn með nýju svæðisskipulagi þar sem við erum búin að marka stefnu Austurlands til ársins 2044 og þar að sjálfsögðu sérstakur kafli sem bara tilengaður loftslags- og umhverfismálum. Og mér langaði bara að nefna hérna örstutt dæmi til dæmis hvað það sem við erum að setja sem svona stefnumarkandi punkta fyrir sveitarfélög og samfélagið bara almennt að vinna með. Við tölum til dæmis að við aðalskipulagsgerð verði leitast við að haga landnotkun, byggðamynstri og samgöngum þannig að dregið sé úr losun gróðurhúsalofttegunda og binding aukist. Þannig að þarna strax verið að setja svona sveitarfélögunum ákveðnar skorður, það ekki hægt að gera bara hvað sem það þarf að hafa þetta í huga þegar verið að skipuleggja. Nú við setjum líka hérna til dæmis að íbúar verði hvattir til loftslagsvæns lífsstils með tilliti til ferðamáta, neysluvenja og matarsóunar. Þannig að þarna erum við einhvern veginn að setja tóninn eins að unnið verði því að auka endurvinnslu og endurnýtingu og draga úr urðun úrgangs, einkum lífræns. Þetta semst meðal þess sem kemur fram í þessari stefnu, þannig að við höfum einhvern veginn núna einhver markmið sem við getum farið að setja okkur út frá þessu og nú erum við í þeirri stöðu að það verið að fara að gera nýja sóknaráætlun fyrir landshlutann á þessu ári því að núverandi sóknaráætlunar að renna út. Þannig að þetta það sem við munum til dæmis taka mið af þegar við förum að gera sóknaráætlun til næstu 5 ára. Þannig að mér langaði bara svona að nefna þetta eitthvað sem ofarlega í hugum okkar. Og að því að ráðherra situr nú hérna langar mig líka að hrósa aðkomu umhverfisráðuneytisins að vinnu við sóknaráætlun þegar við erum að koma sterk þar inn sem hefur gefið okkur tækifæri á að auka sýnileika okkar í málaflokki umhverfismála. Þannig að það mikilvægt. En svo ætla ég að fá að nefna hérna nokkur dæmi og eins og ég segi ekki tæmandi listi en við erum með fyrirtæki sem hafa verið að gera bara ótrúlega flotta hluti hérna á Austurlandi, til dæmis Tandraberg. Þeir eru farnir að nýta grísuna við úr ungskógum á Austurlandi og líka afgangsvið frá iðnaði, frá sinni starfsemi og þetta viður sem áður fór bara í rauninni til spillis en nú verið að búa til viðarperlur sem hægt að nota bæði til kyndingar sem undirlag undir dýr og fleira og þarna þeir eru búin að byggja upp vörumerki í kringum þetta sem heitir Ilmur og ótrúlega spennandi verkefni og sýnir einhvern veginn að ef það bara hugmyndaauki til staðar að þá hægt að nýta hlutina áfram þegar menn halda kannski að þeir séu komnir að lokum síns nýtingatíma. Nú Anna Berger hérna í salnum líka, ég var búin að segja að ég myndi taka dæmi hennar vinnu líka. Hjá Matís eru þau að kanna hvort sé hægt að nýta seyru frá fiskeldi sem áburð, sem ótrúlega spennandi verkefni. Mér langaði að nefna líka Blábjörg og Borgarfirði Eystri, það mikil hringrásarhugsun í allri þeirri vinnu. Nú eru þau búin að koma upp hjá sér bjórböðum í tengslum við brugghúsið, þannig að þar verður ákveðin hringrás hægt að nýta affall frá bruggverksmiðjunni og láta fólk bara baða sig í því. Þau hafa líka verið að taka hrat frá brugghúsinu og nautin í Njarðvík hafa verið hafa fengið það sem fóður og þau nota síðan nautakjötið hjá sér í mat, þannig að þar frábær hringrás í gangi. Við erum með ótrúlega spennandi hugmynd sem nú eins og ég segi bara á hugmyndastigi sem en þetta verkefni sem að bæði Austurbrú og umhverfisráðuneytið og Vopnafjarðarhreppur hafa verið að standa saman að sem að reyna að koma á fót nýtingamiðstöð á Vopnafirði. Þetta eins og ég segi á hugmyndastigi enn sem komið en þar verið að horfa bæði til þess að útbúa einhvers konar fullvinnslu eldhús fyrir matvælaframleiðendur á staðnum og eins að nýta glatvarma frá brimi til að hita upp húsnæðið og fleira. Þannig að það mjög spennandi þetta verkefni sem vonandi verður að veruleika. Og svo get ég ekki annað en minnst auðvitað á móðurjörð í Vallanesi af því að þar auðvitað miklir frumkvöðlar bara í lífrænni ræktun og kornrækt hér á landi og þau núna nýlega farin að nýta grisjuna við af jörðinni hjá sér til kyndingar og fyrir þurrkun á korninu.
Þannig að þau einhvern veginn virðast endalaust geta fengið nýjar og skemmtilegar hugmyndir sem eru alltaf með það í forgrunni að stuðla að góðri verndun fyrir náttúruna. Heyrði, nást langar með að segja ykkur frá nýjasta verkefninu okkar hérna á Austurlandi sem heitir EIGLO og kannski svona okkar stærsta framlag til þess að fara af stað í að fylgja eftir þessu svæðisskipulagi sem ég myndist á áðan og ná fram þeirri sýn sem að sveitarfélögin búin að setja sér þar. En þetta sem samstarfsverkefni sveitarfélagana á Austurlandi, Landsvirkjunar og Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins, þar sem við búin að skuldbinda okkur í það að reka þetta verkefni í 4 ár. Og þetta samskonar verkefni og í fleiri landshlutum, þegar við kannski heyrt talað EIM á Norðurlandi og Bláma á Vestfjörðum og Orketi á Suðurlandi. En öll þessi landshlutaverkefni hafa þetta markmið að bæta með einhverjum hætti umhverfið í þeim landshlutum sem þau starfa í, draga úr sóun og auka orkunýtni og stuðla að orkuskiptum. Það búið að ráða framkvæmdastjóra núna nýlega til EIGLO-ar, hún hérna, hún Eva Mjöll í salnum og Mummi starfsmaður verkefnisins hérna með henni líka. Þannig að það gott að vekja aðeins athygli á því að þau alltaf til skrafs og ráðagerða ef þau með einhverjar hugmyndir sem þau telja að gætu nýst þeim og þá megi gjarnan senda þeim ábendingar. Þau með aðsetur í Múlanum í Neskaupstað en verða auðvitað á flakki allt Austurland eins og við gjarnan, bæði þau sem að starfa hjá Austurbrú og eins hjá EIGLO, að við vinnum auðvitað þvert á fjórðunginn. Og eins og ég sagði, þá þetta markmiðið að minnka, stóra markmiðið í rauninni að minnka kolefnisfótspor Austurlands. Og það gaman að geta nýtt tækifærið og sagt frá því að núna fljótlega eigum við von á skýrslu frá Environize þar sem að kolefnisfótspor, núverandi kolefnisfótspor Austurlands verður tekið saman. Við áttuðum okkur nefnilega á því þegar við fórum að stað í stefnumótunarvinnu fyrir EIGLO að við settum þetta strax sem markmið, augljóslega þá hlýtur markmið okkar vera að draga úr kolefnisfótspori Austurlands með ýmsum ráðum. En svo sögðum við, en við vitum samt ekkert hvað það í dag og það virtist enginn vita það. Þannig að við fengum Austurbrú og EIGLO fóru saman í það að fá Environize með okkur í lið til að reikna bara út þetta kolefnisfótspor og þessu verður gerð skil á fundi sem áætlaður núna í byrjun maí. Þannig að þið munum sjá auglýsingar það fljótlega og ég vonast til að sjá okkur all þar líka. Svo langaði mig að minnast hérna á stórt verkefni sem búið að vera í gangi lengi hjá Austurbrú undir heitinu Matarauður Austurlands og við höfum verið að keyra þetta verkefni núna í nokkur ár meðal annars með stuðningi frá Umhverfisráðuneytinu. Þarna mikill fókus settur á hringrásarhagkerfið í rauninni og tryggja það að við séum einhvern veginn að bæta nýtingu á hráefnum og auðlindum Austurlands og ég get nefnt hérna dæmi bara. Þetta auðvitað, eins og ég segi aftur, þetta ekki engan veginn tæmandi listi öll þau fyrirtæki sem hafa einhvern veginn fæðst upp úr þessari hugmyndafræði en þetta eru nokkur nýsköpunarfyrirtæki sem hafa orðið til og með þessa umhverfishugsun í forgrunni hjá sér. Til dæmis Könglar sem staðsett upp í Fljótsdal, þau að búa til drykki og nýta til þess afurðir náttúrunnar. Við erum með Sabínu á Fáskrúðsfirði sem sápuframleiðandi og hún einmitt að nýta efni sem annars færi til spillis eins og til dæmis hreindýrafitu og fleira og svo notar hún bara afurðir úr náttúrunni, ber og fleira til að gera sápurnar og það eru æðislegar, ég mæli mjög mikið með. Við erum líka með Geitagott þar sem hafa verið gerðir ostar úr geitamjólk og eins sápa úr geitafitu sem einmitt svona afurð sem annars kannski færi til spillis. Og svo það Holt og Heiðar sem hafa verið að gera sultur og síróp og nýtt skógarafurðir í það. Þannig að þetta eru svona dæmi fyrirtæki sem að nýta hráefni úr náttúrunni sem annars væri kannski ekki nýtt og búa til verðmæti úr því. Svo í lokin, og þá veit ég að ég þarf að kalla hérna síðan til tækni aðstoð, að þá langar mig bara að segja að fræðsla skiptir ótrúlega miklu máli þegar kemur að þessum málaflokki. Við getum ekki, eins og Jóhannes kannski kom inn á hérna áðan, við erum öll svolítið alin upp í þessu línulega kerfi og það einhvern veginn ekki hægt að ætlast til þess að við kunnum öll bara 1, 2 og 3 hvernig eigi að hugsa einhvern veginn allt upp á nýtt. Þannig að við verðum að aðstoða fólk við að bara kynnast þessari hugmyndafræði og útskýra og benda á hvað við getum gert. Við hjá Austurbrú fórum í þetta verkefni að búa til hringrásarhagkerfismyndbönd, bara fræðslumyndbönd og ég hvet ykkur þið getið farið inn á YouTube síðan okkar og fundið þessi myndbönd, þau eru öll ótrúlega skemmtileg.
og þar lögðum við áherslu á þetta, að þetta væri bara svona fræðsla á mannamáli fyrir almenning. Og ég held að næsta skref sem ég svo ánægð að heyra, eins og Birgitta sagði í upphafi fundar, síðan að taka kannski aðeins fókusinn af alltaf einstaklingunum og hvað við getum gert og færa það aðeins yfir á hina hliðina sem einmitt fyrirtækin og hvernig geta fyrirtækin sem að framleiða allt sem við erum að kaupa einfaldað okkur að taka góðar ákvarðanir. Af því að ég held að það sé slæmt ef við lendum á þeim stað að við séum einhvern veginn alltaf uppfylla af einhverju samviskubiti yfir öllu sem við erum að kaupa. Það gengur held ég ekki upp til lengdar. Við heyrum mikið af því að ungt fólk þjáist til dæmis af miklum loftslagskvíða og við þurfum einhvern veginn að geta nálgast málefnið á uppbyggilegan og heiðarlegan hátt og sett ábyrgðina líka þar sem hún á að vera. Hún á ekki endilega bara að vera á einstaklingnum alltaf einum og sjálfum. Þannig að ef ég þarf að nota rjómaost í uppskriftina mína þá vil ég bara geta keypt, hann bara í plastalli, ég get ekki keypt hennar rjómaost og mér á ekki þurfa að líða illa með það sko. Og svo fannst mér líka áhugavert sem Jóhannes kom inn á því hann spurði okkur áðan hvort við notum bókasöfn. Ég nota til dæmis mikið bókasöfn, tek bækur á láni en ég dálítið þorfallin bókakaupandi líka. Og lít þannig á að það sé líka mikilvægt að því að ef enginn kaupir bækurnar þá verður enginn rithöfundar til að skrifa þær af því að þeir fá engar tekjur. Þannig að þetta líka svona spurning þessa línu, hvar við ætlum að draga hana. Þetta gott að við séum að nýta þetta deilihagkerfi en það verður líka einhvers staðar að búa til hvata fyrir fólk að framleiða eitthvað. Þannig að þetta verður nokkuð svona að varpa þessu fram inn í umræðarnar okkar sem við ætlum að taka á eftir hvernig við finnum þessa fínu línu. En nú ætla ég að hætta að tala og nýta mér það frábæra tækifæri að þurfa ekkert ég ætla ekki að hafa bara ræðina stutta af því ég með svo gott vídeo. En þetta ekki alveg klassískt þegar maður er að tala einhvers staðar að vísa bara á vídeóið. Og ekki bara íta á Jóhannes? Nei, ég með þetta. Nei, út með þetta? Já. Þetta snerist það að hljóðið á vídeóinu þarf að heyrast bæði í streyminu og í salnum. Bara njótið vel og ég segi bara takk fyrir mig. Velkomin í eldhús Hringrásarinnar. Ég heiti Elín og þetta Rán. Í dag ætlum við að kýtla bragðlaukana með alls konar hráefni úr Heiðmjabyggð. Já, eins og við vitum öll, þá matur manns gaman. En hver þessi manns? Og matur alltaf gaman? Í hinu fullkomna hringrásarhagkerfi þá færi ekki til spillis og engin matur þurft að ferðast heimshorna á milli. En það ekki alveg þannig í dag. Tökum sem dæmi þessar lárperur hérna. Þangað til fyrir svona það bil mánuði síðan þá uxu þær á tré í Suður Afríku. Hér. Svo þær settar í flutningagám og siglt með þær alla leið til Hollands. Þar var þeim pakkað inn í þennan gríðarlega plastbúning og svo þær settar í annan gám og fluttar með flutningaskipi til Íslands. Lárperurnar koma svo í höfn í Reykjavík. Þar fara þær úr flutningaskipinu yfir í flutningabíl sem keyrir þær alla leið austur á Egilsstaði. Þar fóru þær í búðarhillu þar sem við keyptum þær og fórum með þær hingað í eldhúsið okkar á Borgarfirði. Og núna ætlum við loksins að gæða okkur á þessum lárperum. Þetta var ekki gaman. Nei. Vandamálið ekki akkurat þessi lárpera. Heldur það línulega hagkerfið sem aftur að verki, sem stuðla bæði að matasóun, háu kolefnisspori matvæla og umbúðabrauðli. Línulega hagkerfið dregur líka úr skilning okkar á virði matarins sem við borðum. En það hillir í greiðlingar og ég held að sé komin tími til að við hleypum þessari kartöflu í sviðsljósið. Við erum stödd í Vallanesi á Héraði, vöggu þessa gullauga. Þessi kartöfla lífrænt ræktuð sem þýðir að engin innfluttur áburður né eiturefni hafa verið notuð til að koma inn á legg. Hér líka viðhöfð skiptiræktun sem þýðir að eitt árið grænmeti ræktað í þessu beði og hitt árið það ræktað einhvers staðar annars staðar og þetta hvílt. Þessi kartöfla sannarlega ekki víðförul og
þannig viljum við nefnilega hafa þær. Heyrðu, svo erum við náttúrulega með þorskinn hérna. Já. Hann er alveg spriklandi ferskur þessi, séðu. Ég held við ættum að athuga hvaðan hann kemur. Hér í Borgarfjarðarhöfn er verið að landa afla dagsins. Í þessum körum má finna ýsu, þorsk og steinbít beint af austfirskum fiskimiðum. Aflinn er hífður upp á vörubílspall og fluttur inn í þorp. Í fiskverkunni er fiskurinn vigtaður, flokkaður, flakaður, roðdreginn, beinhreinsaður og honum pakkað. Því næst er hann fluttur á veitingastaði og í mötuneyti víða Austurland eða bara beint á disk Borgfirðinga sjálfra. Þau flög sem eru ekki jafn falleg og þetta hér eru síðan gjarnan notuð í harðfisk. Og sá harðfiskur sem er ekki jafn fullkominn á þessi hér er síðan notaður oft í hundanámi. Við kusum að hafa fisk í matinn í kvöld, en svo eru náttúrulega margir sem kjósa að borða kjöt. Og við skulum kíkja aðeins á kjöt. Hér upp í fjalli vappa lömbinum sumarlangt og gæða sér á lystisemdum heiðarinnar. Að hausti er þeim síðan smalað af fjalli og þau sendi slátrunar hérna rétt hjá á Vopnafirði. En þar er sláturhús þar sem lambakjötið er verkað og því pakkað. Kjötætur á Vopnafirði geta svo nálgast afurðirnar í verslun í sinni heimabyggð. Dýraafurðir skilja eftir sig hærra kólefnisspor heldur en grænmeti, þannig að þegar maður borðar kjöt þá er ágætt að hugsa hvaðan kemur þetta? Og svo má líka alveg spyrja sig, þarf alltaf að vera kjöt? Í þessum kæli hér í Kauptún í Vopnafirði eru vörur sem eru komnar yfir síðasta söludag seldar á spottprís. Oft er hægt að kynna sér uppruna vörunar á miðan. Hér í kaupfélaginu á Breiðdalsvík er hægt að kaupa allsberan fisk, beint úr sjónum. Í stað þess að kaupa alltaf vörur í nýjum umbúðum er þetta að fylla þær umbúðir sem maður á. Ógrynni af mat er hent, bara út af útlitinu. En ljótt getur líka verið gott. Hér í Sænautarseli eru afurðir náttúrunnar nýttar á sjálfbæran hátt. Hér eru gæsaegg notuð í lummur og silungurinn veiddur beint upp úr vatninu. Í aldanna rás hafa Íslendingar safnað, tínt og veitt sér til matar úr forðabúri náttúrunnar. Sveppir, þörungar, fjallagrös, fiskur og ber eru allt hráefni sem má finna á fjöllum og við strendur landsins. Við getum kannski ekki brauðfætt þjóðina með þessum krásum náttúrunnar, en ef við ræktum eða tínum matinn okkar sjálf, þá vitum við allavega hvaðan hann kemur og hvers virði hann er. Sum sé, matur er mannsgaman og það eru til alls konar leiðir til að hringrásarvæða það sem við borðum. Þegar kemur að mat og matvælaframleiðslu er minni sóun, betri nýting, styttri flutningsleiðir, sjálfbær framleiðsla og betri neysluvenjur lykillinn að heilbrigðari hringrás. Verða okkur að góðum. Gjör svo vel. Takk. Það greinilega skortir ekki á gróskuna, hugvitið og drifkraftinn hérna á Austurlandi. Og ég tek undir það sem þú segir með fræðsluna, hún skiptir auðvitað máli, þó að við séum að tala um það hérna, ætlum kannski að færa okkur aðeins yfir í meiri svona robust aðgerðir, en auðvitað skiptir fræðsla máli, við þurfum að vita hvað við erum að tala um. Og ef við ætlum að hugsa út fyrir kassan og hugsa hlutin upp á nýtt, þá þurfum við náttúrulega menntun til þess. Við þurfum að vita hvaða tól og tæki við ætlum að nota inn í þessa nýju framtíð sem við erum að skapa. Og hérna í Hallormsstaðaskóli lúrir algjör perla í Hallormsstaðaskógi, sagði ég ekki skóli. Ég ætlaði að segja Hallormsstaðaskógi, lúrir Hallormsstaðaskóli. Og þar er boðið upp á menntun í skapandi sjálfbærni. Og hingað er hún komin, Ragna Dagbjört, skólameistari, og hún ætlar að segja okkur allt um Hallormsstaðaskóla. Gjörðu svo vel. Já, góðan dag. Ég heiti sem sagt Ragna Dagbjört Davíðsdóttir og er skólameistari í Hallormsstaðaskóla. Og ég ætla svona að segja ykkur hvað við erum að gera þar í úrgangsmálum og til að draga úr sóun. Og eitt af því sem við höfum verið að gera, sem ég er mjög stolt af, er að við höfum verið að taka lífrænar matarleifar
sem verða til í skólanum og notum þær sem fæði fyrir haugána. Ormarnir breyta svo úrganginum í næringaríkt ræktunarefni og það ætlum við að sannreyna í sumar. Ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá ormunum eftir af því að ég er sammála Darwin. Ég held að það sé engin dýr fullkomnari en ánamaðkarnir og vinna eins mikið fyrir okkur. En af hverju er ég hér að tala um moltugerð þegar við erum að tala um úrgangsforvarnir og minni sóun? Það er vegna þess að ég held að moltugerðin tengist í algjörlega og það er eitthvað sem að við þurfum virkilega á Íslandi, það er moldin. Og úrgangur sem verður hráefni í stað þess að enda í urðun er náttúrulega algjör nauðsyn, en frá og með áramótum er bannað að urða lífrænan úrgang. Og með því að búa til mold og áburð úr lífrænum úrgangi má draga úr innflutningi á tilbúnum áburði og mold. En árið 2022 voru flutt 54.000 tonn af áburði og 450 tonn af mold. Og ég held í raun og veru að flest gróðurhús á landinu nota innflutta mold sem er ósjálfbær. Já, og síðast en ekki síst er verið að flytja, allavega síðast ég vissi, því mig leiðrétta mig, síðast ég vissi var verið að flytja allan lífrænan úrgang, bæði frá Múlaþingi og Fjarðabyggð austur í Eyjafjörð til moltugerðar. Þetta er náttúrulega hvorki umhverfisvænt né fjárhagslega hagkvæmt. Við verðum að breyta þessu. Í lífrænum úrgangi eru nefnilega öll þau næringarefni sem þarf til ræktunar og með því að moltugera er verið að nýta næringuna og stuðla þannig að hringrás næringarefna sem annars myndi hugsanlega fara forgörðum og jafnvel enda sem gróðurhúsalofttegundir Og nú fæ ég tækifæri til að hæla ormamoltugerðinni. Ormamoltugerð er sem sagt frábrugðin venjulegri moltugerð að því leyti að þetta er köld moltugerð. En í venjulegri moltugerð þarf að hita, þá verður til hiti alveg upp í 70 gráður og það er oft mikið tap næringarefna vegna útskólunar eða uppgufunar, en í kaldri moltugerð er þetta tap mun minna. Og í rauninni er sá koltvísýringur sem verður til í sama magni og nú er verið að setja inn í gróðurhús. En eins og þið kannski viti, mikið af gróðurhúsum kaupa koltvísýring til að auka ljóstillífunina. Já, og fleira ánægjulegt ánamaðkar eru moltugerð náttúrunnar. Þeir bæta, hreinsa og næra jarðveginn, veita góða loftun, rétt sýrusti, stuðla að rakaheldni, niðurbroti efna og gera þau aðgengileg plöntum. Þá er einnig fjöldi rannsóknar sem sýna fram á að ánamaðkar hreinsa jarðveginn og þá til dæmis að salmonellu þar sem hún hefur komið upp á kjúklingabúum. Haugánar borða margfalda þyngd sína á viku, tvöfaldast í magni mánaðarlega og þeir örva spírun fræja og vöxt rótarsveppa sem allir vita nú eru nauðsynlegir. Ánamold er full af nauðsynlegu lífi enda er hún aldrei hituð þannig að það tapast ekki. Moldin er lík að húsdýraáburði hvað næringu skiptir og í sumar verður hún notuð til að rækta í tilrauna gróðurhúsi í Vallanesi. Já, það sem við höfum verið að gera fleira, því nú er ég bara búin að tala um moltugerðina, ég varð bara komin að en við höfum verið að gera ýmislegt fleira og í vetur höfum við til dæmis heimsótt fyrirtæki og fræðst úrgangsmál, bæði Alcoa, Terra og Tandra Berg og nemendur hafa verið að vinna í stórum verkefnum og tilraunum tengdum úrgangi og farvegi hans. Og í Hallormsstaðaskóla er lögð áhersla á nýtingu úr nærumhverfinu, að nýta vannýtt hráefni, stuðla að endingu hlutana,
fara betur með hráefni og tæki, rækta sín eigin matvæli og sem dæmi það eru tíndar jurtir sem eru notaðar til matar og drykkjar og sem krydd og til að lita og í sápur og alls konar. Og í skólanum eru haldin námskeið sem eru opin almenningi, til dæmis að nýta betur bráðina eða hreindýrið eða gæsina. Það er bannað að skera bara úr henni í bringuna og henda rest. Það eru haldin námskeið fyrir þá einstaklinga. Svo nýlega vorum við með mjólkurvinnslu námskeið þar sem að fólk lærði að búa til osta og jógúrt og nýta líka misuna. Við kennum ræktun og fataviðgerðir. Einn nemandi frá okkur í skólanum fer reglulega og sækir alls konar raftæki í gáma á endurvinnslustöðina. Hann búinn að finna þar handa okkur skjá og tölvu og nuddtæki og rakatæki, veit ég hvað og hvað. Þetta allt eitthvað sem að fólk bara að henda. Gaman að sjá hann gera við það. Og við ætlum einmitt að opna húsin okkar að bjóða fólk að koma með raftæki sín. Já, en semst almennt lögð áhersla á það í skólanum að nýta vannýtt hráefni og úrgang. Samt sem áður verð ég að segja að við þurfum að gera svo mikið betur. Eftir að hafa unnið í úrgangsmálum í fjölda ára, þá sé ég að við erum alltaf bara að krafsa í bakkann. Og sem dæmi þá langar mig að nefna að þrátt fyrir að unga fólkið allt öðruvísi en mín kynslóð. Ég stolt að það fyrir að kaupa sér notuð föt, fullt af búðum sem að skila ágætis hagnaði og að selja notuð föt. Þetta eitthvað sem ég held að mín kynslóð hefði ekki gert. Ég stolt að þeim fyrir þetta og þá hugsa maður, já, skiptir þetta ekki máli? Nei, ég verð að segja því miður, þetta skiptir eiginlega bara engu máli. Það bara þannig að af þeim fötum sem safnast, þá það 6%. Það 6% sem fer þessa leið. Hin 50 tonnin á viku fara beint til útlanda. Og ef við höldum að einhver bíði spenntur eftir þessum efnum okkar þar, þá það mikinn misskilningur. Ekki bara textíl, bara þessi úrgangsflokkar sem við erum að senda frá okkur, jafnvel til annarra landa, það enginn að bíða spenntur eftir. Við þurfum að finna einhverja allt aðra lausnir. Kannski helst ef að það hægt að brenna þetta, þá vill einhver kaupa þetta. Þetta ekki það hráefni sem við viljum trúa að þetta sé. Og ég leyfi mig líka efast að sé umhverfisvænt að vera flokka fleiri flokka, sækja þetta á stórum trukkum upp allt land og jafnvel upp í sveit og flytja þetta svo til útlanda. Og útlendingarnir vilja þetta ekki eins og. En nú skal ég fara að hætta þessu, en mér langar samt að segja að það þarf almenna hugarfarsbreytingu og aðgerðir sem virka. Og þær hefði átt að gerast fyrir 10 árum síðan og við þurfum að gera strax. Við höfum of mikið verið að vinda upp úr gólfinu en skrúum ekki fyrir kranan, eins og þetta bakar sýnir. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Ragna. Tek undir heilsugar með því sem þú ert að segja. Við þurfum að skrúfa fyrir kranan. Það akkúrat það sem að úrgangsforvarnir snúast um. Heyriði, stór fyrirtæki, þau geta svo sannarlega haft mikil áhrif. Og hingað kominn til okkar, hann Guðmundur frá Alcoa og hann ætlar að segja okkur frá því hvað þau hafa verið að gera til að draga úr sóun. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, komið þið sæl. Guðmundur heiti ég og starfa sem umhverfisstjóri hjá Alcoa Fjarðaáli og ég hef verið að vinna í þessum málaflokki umhverfismálum hjá fyrirtækinu alveg frá byrjun. Þannig að, og einn af þessum málaflokkum náttúrulega úrgangsmálin og hringrásarhagkerfið, hvernig það kemur við hjá okkur. Og sóun líka. Og það náttúrulega hjá svona stóru fyrirtæki sem eru cirka 700 manns sem að vinna hjá því að sóun
getur verið margskonar, hún getur valdið umhverfisáhrifum og síðan líka tapað fé. Og fyrirtækið og sóun getur náttúrulega verið á margan hátt, það getur verið bara venjuleg tímasóun, þegar starfsmenn hafa ekkert að gera og þá myndar svona ákveðin svona, nýtni starfsmanna er ekki góð. Síðan líka niður tími véla og tækja, það getur líka verið sóun eins og við horfum á þetta. Og betri nýtni hráefnis og auðlindanotkun er náttúrulega kannski sá þáttur sem hefur þá bein áhrif og getur haft bein áhrif á losun frá fyrirtækinu og þannig umhverfisáhrif. Almennt má segja að betri nýting og gæði hráefnisins sem við notum veldur minni sóun og minni umhverfisáhrifum frá starfseminni. Og ef við horfum á þetta kannski út frá úrgangsmálunum og hringrásarhagkerfinu, þá hefur við lagt í heilmikil stúdíu með hvernig við getum fyrsta lagi komið í veg fyrir að úrgangur myndast hjá okkur, og þá förum við dálítið svona eftir þessu kerfi eins og Jóhann kom inn á áðan. Við viljum fara upp þrýrningin, ekki niður. Og helst viljum við enda þar að það myndist ekki úrgangur hjá okkur. En við náttúrulega óhjákvæmilega þá myndast úrgangur hjá okkur og við erum með ca. 60–63.000 tonn af úrgangi á ári, og þetta getur verið, við flokkum hann sem framleiðsluúrgang og rekstrarúrgang, og 98% af okkar úrgangi tengist beint framleiðslunni hjá okkur. Og hann getur verið hættulegur úrgangur og hann getur verið ekki hættulegur úrgangur, spilliefni og ekki spilliefni, og þá er það spurning hvað gerum við þá við allan þennan úrgang sem myndast. Auðvitað erum við alltaf að reyna að draga úr úrgangsmyndunni og það er gerð svo krafa á Alcoa, okkar starfsstöð, Alcoa Fjarðaál, að vera með það sem kallaði waste minimization plan, og það er þá hvernig getum við sem starfsstöð minnkað úr úrgangi frá starfseminni. Við sjáum þrýhyrninga, þetta er tekið úr sjálfbærniskýrslunni sem við vorum að gefa út núna, eða erum að fara að gefa út fyrir árið 2023, og við sjáum að 98% er það beint frá framleiðslunni og 70% er meira og minna þá svona hættulegur úrgangur, og svo er þá restin af spilliefni, og síðan er þessi rekstrarúrgangur mjög lítill hluti af þessu heildarúrgangi. Og svo hvað gerum við úrganginn, og þá horfum við kannski á hana þrýhyrning til hliðar, að 95% af þessum úrgangi hann fer í það sem kallað er í þessu flokki B og C, sem er endurvinnsla og endurnotkun, og þar skiptir alltaf helstu máli skautbrotin okkar sem eru eiginlega 70% af okkur framleiðsluúrgangi sem eru endurnotuð í ný skaut en eru skilgreind hjá okkur sem úrgangur, og þau eru send erlendis til okkar skautaframleiðanda og eru notuð í ný skaut. Til dæmis svo erum við með kolaúrgang, ryk, sem nýtist bæði í sements- og stáliðnaði, og við sendum það til Evrópu í þannig endurvinnslu og endurnotkun. Þannig að það eru mest allur úrgangurinn sem fer í þessa tvo flokka, B og C flokkin. Auðvitað eru aðrir flokkar líka. Okkur ber samkvæmt okkar starfsleyfi að skila öllum okkar úrgangi til viðurkenndra móttökustöðvar á úrgangi. Þannig að og þetta fer allt í gegnum bókhald frá Terra umhverfisþjónustu, en þeir sjá svona þennan rekstrarúrgang meðan við sjáum þennan meira og minna sem framleiðsluúrgangi. Það var alveg fram til 2019, þá var 0,5% af okkar úrgangi sem jafnvel minna en það sem fór til urðunar hjá okkur, og þar á meðal var það lífræni massinn frá fyrirtækinu.
sem fer í moltugerð í dag. En það sem gerðist árið 2019 að það var sem sagt fyrirtæki, endurvinnslufyrirtæki í Bretlandi sem misti starfsleyfi sitt og þar á leiðandi, og þetta tengist allt þessu Brexit-dæmi sem var nú í gangi þar á þeim tíma, og þar á meðal gátu þeir ekki tekið við þessum úrgangi og þá þurftum við að finna nýjar endurvinnsluleiðir og í millitíðinni þá sendum við þennan úrgang til urðunar til Noregs og þá það svona í gamla námu sem verið að loka og fylla af úrgangi, af hættulegum úrgangi. Þið sjáu hérna á súluritinu semst urðunar hlutfallið hjá okkur og við erum það hefur verið að lækka, fór alveg upp í 17% og á síðasta ári tæplega 9% og við sjáum fram að þetta minnki enn frekara því að þessi úrgangur sem við sendum til Bretlands að við höfum fundið endurvinnsluleið fyrir hann í Hollandi. Þannig að við erum að við sjáum fram á að þetta urðunarhlutfall okkar minnkar enn frekar. Við vorum beðin að koma með tækifæri. Það alltaf fullt af tækifærum í kerfinu og allt þetta nú mannanna verk, tækifærin. En það náttúrulega málið að við erum stödd hérna á Austurlandi og það mjög lítið endurvinnslu leiðir bæði hér fyrir austan og á Íslandi fyrir svona iðnaðarúrgang eins og við hjá okkur. Og það mjög erfitt að við stökkum ekki bara á næsta fyrirtæki ef við viljum láta endurnota úrgangi frá okkur. Þetta bara heilmikið prósess að skipta fyrirtæki. Og það líka fyrir okkur að þá flutningur, menn spyrja sig af hverju þetta ekki endurunni hér á landi, að bæði vantar fyrirtæki og það mun ódýrara fyrir okkur sem fyrirtæki að senda úrganginn til Evrópu í endurvinnslu heldur en að senda hann hérna innanlands. Þannig að það kemur, það kannski eitthvað tækifæri að bæta úr því en það heilmikill kostnaður að flytja á milli. Útflutningsleyfi, þeir geta verið þungi í vöfum. Þú þurft að fá sérstök leyfi til að fá að flytja úrgang á milli landa og segjum sem dæmi að þú vilt kannski senda úrgang til Sviss og þú flytur hann til Rotterdam úrganginn, hann keyrður með bíl í gegnum Holland og Þýskaland, að þá þarf það að fá leyfi hjá hverju einastu landi sem úrgangurinn er keyrður í gegnum, hjá hverri umhverfisstofnun. Þeir þurfa að samþykkja að fá að keyra úrganginn í gegnum sitt land. Og það var skoðað að senda ákveðin úrgangsflokk til Spánar og við gáfumst eiginlega upp að því að það átti að keyra í gegnum Holland og Belgíu og uppskipan í bát í Frakklandi og þetta var alveg, og við þurftum að fá leyfi fyrir öllum umhverfisyfirvöldum í þessum löndum, þannig að þetta var mjög flókið. Það ýmis kostnaður sem fylgir þessu líka bara að sækja Við þurfum að greiða fyrir hvert gám sem við sendum út á úrgangi og svo vinnsla útflutningsleyfanna getur tekið mjög mismunandi langan tíma. Til dæmis eins og þegar við sendum til Noregs, það tekur yfirleitt skamman tíma, en þetta getur tekið alveg upp í 6 til 8 vikur að fá svar til dæmis frá breskum yfirvöldum. Síðan það þetta sem ég mér langar kannski aðeins að nefna, sem kannski tækifæri, að það skilgreining hvað úrgangur, hvað aukaafurð og hvað framleiðsla. Við sjáum eins og fyrir okkur að eins og skautbrotin okkar sem við sendum frá okkur til framleiðsluaðilans á nýju skautum, að við sendum þetta frá okkur sem úrgang, en það sem að framleiðendur á skautum ekki skilgreindur sem úrgangsaðili, sem að má vinna úr úrgangi, heldur hann framleiðslufyrirtæki, að þá þurftu þeir að fara í gegnum heilmikið prósess til að fá að taka við úrgangur frá okkur. Og þetta fyrir okkur dálítið svona skrítið, að bara skilgreiningar í lögum og reglugerðum getur haft þessar gríðurlegu flækjur í för með sér.
Þannig að já, þetta myndi ég vilja sjá við kannski einfaldað eða hægt í regluverkinu. En engu síður líka það að við ætlum að fá skilgreinda sem hráefni eða framleiðslu, að þá þarf að fara í gegnum alla efnalöggjöfina, REACH-löggjöfina og skilgreina samkvæmt því, og hún getur verið mjög flókin. Þannig að það einfaldar heldur ekkert málið að kalla þetta hráefni til dæmis. Þannig að þetta regluverki í kringum þetta orðið allt og mikið á mínu mati. Að mætti einfalda þetta ef hægt er. Nú öðru þá þakka ég bara fyrir. Kærar þakkir, Guðmundur. Þá komið að síðasta erindinu áður en að við heldum yfir í aðgerðir, samtalum þær. Það hefur átt sér stað alveg ótrúlega áhugaverð svona menningarþróun, má segja, hérna á Íslandi undanfarin ár. Þessi loppumenning, svokallaða. Það spretta upp verslanir með notuð föt og jafnvel aðra hluti eins og húsgögn og fleira. Eins og gorkúlur sem frábært. Gróskan hefur verið rosalega mikil á höfuðborgarsvæðinu. Og þegar við fórum aðeins svona grennslast fyrir fyrir austan hvaða aðilum við getum heyrt í varðandi að taka þátt í þessum fundi, að þá áttum við okkur á því að það líka bara heilmikil gróska hérna á Austurlandi sem mjög áhugavert. Og þess vegna höfðum við samband við Fjarðabása sem ætla að koma hingað og segja okkur frá hvernig gengur, hvernig loppumenningin og stemmingin hérna á Austurlandi. Gjörðu svo vel, Anna Sigrún. Já, takk fyrir. Anna Sigrún heiti ég og kem fyrir hönd Fjarðabása. Okkar vegferð, þetta verslunin var opnuð í júní í fyrra af henni Berglindi Björk Arnfríðsdóttur, umhverfis- og mannréttinda sinna. Ég vildi kalla hana aktivista, hún var ekki alveg sammála því en hún það sannarlega. Og hún var búin að leggja mikla vinnu og hugsun í hvernig hún vildi hafa þetta og núna opnaði. Svo líður sumarið og hún mest sjálf bara ein í þessum rekstri sem dálítið þungt, þetta mikil vinna, og haustið þá kem ég sem sagt öryrki, búin að vera heima, ekki á vinnumarkaði í 5-6 ár á þessum tíma og alltaf haft mikinn áhuga á þessu hringrásarhagkerfi. Þannig að ég hef samband við hana og spyr hana hvort ég megi kannski koma og vinna annars slagið, bara svona vöruskipti. Ég fekk að selja fötin mín og keyra mig vöru sem ég að búa til og vinna í staðinn. Og það var ansi fljótt að vinda upp á sig. Við sáum bara við vorum með algjörlega sömu sýn á hvernig við vildum hafa verslunina, hvernig við vildum þróa þetta áfram og ekki bara gera þetta að einni loppu versluninni einmitt þar sem bara föt koma og fara. Við vildum gera eitthvað meira, kannski fær Ragnar þá meiri trú á okkur. Þannig að við fórum að ræða það að fara bara í samstarf með þetta og nú erum við með það þannig að ég sé að mestu leyti verslunina á Reyðarfirði og hún Berglind svona mest í tækninni, síðan netverslunina sem við erum að þróa áfram og svona, og það bara gengur ótrúlega vel og líka bara ótrúlega gott að koma út á vinnumarkaðin í eitthvað svona verkefni sem bara svona gefandi, sko. Móttökur samfélagsins hérna fyrir austan hafa verið bara geggjaðar. Við höfum fengið mjög jákvæðar móttökur frá samfélaginu almennt og við erum komið með svona fasta kúnna sem koma sumir bara á hverjum einsta degi sem opið hjá okkur og sum koma alltaf sami hópurinn, dagarna sem koma nýjar vörur á básana og svona. Og það líka ótrúlega gaman og svo eiginlega mikilvægasti hópurinn, það hópurinn sem hefði aldrei komið til okkar, hópurinn sem hefur aldrei, verslað notuföt og hafði bara svona fyrirfram ákveðna skoðanir á því hvernig þetta væri í svona verslunum og það ótrúlega fyndið að margir komið inn til okkar og sagt svo, þetta alveg snyrtilegt hjá okkur.
alveg svona hissa og maður bara, já, reynir nú að leggja metnað í það, en þá einhvern veginn býst fólk við þessu kólaports og bara ekki neitt slæmt kólaportið, elska kólaportið, en þið viti hvað lykt ég er að tala skilur, hákall, harfisk, svita, geymslu, þingulyktin, svona blandið. Fólk svona búast við því, það er ekki til staðar hjá okkur ef við reynum að halda því þannig. Og þetta fólk það er oft búið að labba framhjá því nú erum við staðsett á mjög góðum stað, við erum í Mólanum á Reyðarfirði, þar sem er Krónan og Livia og svona, og fólk byrjar á því kannski jafnvel í einhverja mánuði að bara labba framhjá og líta svona í áttina að okkur, svo kemur það inn, snertir samt ekki neitt og svo fer það og leigir sér bás af því það er alltaf að selja fötin sín, alltaf samt ekki að kaupa notað og svo endaði með því að kaupa eitthvað og þá, það er svo geggjað þegar sá hópur er farin að versla hjá okkur, farin að endur nýta fatnað, það er bara, ég fæ mest hlýtt í hjarta þá, ekki þegar fólk eins og ég sem er búin að gera það í, næstu í 20 ár er að gera það, þó það sé gaman. Já, og bara hvernig gengur? Býtu nú við, er ég á undan hérna? Nokkuð. Svona. Já, ég held að þetta segir sér bara dálítið sjálft, við erum ekki í þessu rekstri til að græða. Eins og ég sagði, þá er ég öryrki og er þarna bara í sjálfboðavinnu. Berglind er í öðrum störfum og er þarna í sjálfboðavinnu. Reksturinn hefur alveg vaxið mikið. Það var ekki með tapið fyrsta árið, við erum svona að stefna og það væri rosa gaman ef við myndum ná að fara í gegnum næsta ára 0, en þetta er ekki gróðastarfsemi, það er alveg á hreinu. Sérstaklega ekki ef maður vill gera þetta af einhverjum metnaði, þannig að þetta hafi þennan tilgang sem við viljum sjá. Þetta að við séum virkilega að sinna þessari hringrás. Og við erum að leggja mjög hart á okkur einmitt að koma netverslunin okkar á kortið núna. Mjög mikil vinna sem við farið í það, en við vitum bara að fólk er að versla svo rosalega mikið á netinu að við viljum að þau versli af okkur frekar heldur en af Shein eða Shein eða Shane eins og við til dæmis, bara svo ég taki það fram, þá bönnum við sölu á þeim fatnaði í okkar verslun. Kannski fælir það einhverja frá því að versla þar til að byrja með. Og við leyfum heldur ekki að fólk kaupi eitthvað í magni á AliExpress og komi og selja það í búðinni hjá okkur eins og tíðkast í sumum svona verslunum, sko. Þannig að, já, en við erum sem sagt eftir mikla vinnu að aðeins að sjá smá árangur af netverslunni. Og náttúrulega sérstaklega þegar ég kom inn, gat verið meira í búðinni og Berglind alveg sökt sér ofan í netverslunina hjá okkur. Að, eins og ég sjáu hérna, 1 pöntun á 2 mánaða fresti yfir í 1 pöntun á viku. Það er allavega framför og vonandi bara heldur það svoleiðis áfram. Og við erum rosalega stoltar af netversluninu, hún er falleg og aðgengileg og mælum með að kíkja á hana líka. Nokkra skemmtilega staðreyndir okkur. Við höfum semst fengið sömu flíkina, og þetta er örugglega gerst oftar en einu sinni og oftar en 2 svar. Við bara vitum það með akkurat þessa. Í endursölu að minnsta kosti 5 sinnum eftir notkun hjá hverjum eiganda. Og við vitum þetta því að hún var í eigu okkar þegar hún byrjaði. Þannig að við vissum hver keypti hana og við vissum þegar sú manneskja kom með hana tilbaka og vissum þá hver keypti, þannig að við gátum svona verið með augun á henni. Og það er sem sagt, já, hún er búin að fara 5 sinnum gegn bara hjá okkur og var notuð þegar hún fór frá okkur í fyrsta skipti. Þannig að það er örugglega fullt af fatnaði sem er þar og það er ótrúlega gaman að sjá. Við höfum aldrei keypt innkaupapoka undir seldar vörur. Við fáum alltaf gefins frá fólki í samfélaginu. Og við fáum sem sagt yfirleitt 1-2 í viku kemur einhver með fullan fjölnotapoka af fjölnotapokum til þess að láta okkur hafa og svo gengur þetta áfram og fólk kemur þá líka við hjá okkur stundum og fær poka þegar gleymir að taka með sér poka í búðina. En þetta er alveg bara, það er alls konar svona smáatriði sem skipta alveg líka máli og þetta skiptir máli þótt þessi lítil atriði ef bara fleiri gera það. Það er bara svoleiðis.
eins og ég sagði, það er ekki gróðastarfsemi, en fólk færir okkur reglulega fatnað til þess að selja, til þess að styrkja reksturinn okkar og þá bara fer bara salan af því beint inn í að borga leiguna. Og fólk líka að færa okkur fatnað til þess að selja til góðgerðarmála og frá október þá höfum við safnað vel yfir 100.000 krónum fyrir bara ýmis góðgerðarfélög. Við skiptum svona á svona 1 til 1,5 mánaða fresti og þá erum við bara að selja fatnað sem fólk hefur gefið. Fólk gefið fatnað til okkar, við setjum það bara á slá og það selst. Þetta ekki mikil fyrirhöfn en það gott í hjartað að sjá líka að við erum að gefa eitthvað tilbaka. Þó við séum heldur ekki að fá neitt og svona mikið sjálfar, en við erum að gefa eitthvað tilbaka. Þetta skiptir allt máli og þá það líka, bæði eru föt að fara í endurnýtingu og peningar til góðra málefna. Okkar helstu hindranir, það til dæmis póstþjónustan fyrir fyrirtæki á landsbyggðinni. Það engan veginn sambærilegt fyrir fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu að senda hingað austur eða fyrir fyrirtæki hérna fyrir austan að senda á höfuðborgarsvæðið, eins og til dæmis ef við erum að hugsa netverslun og ef ég ætla að fara og versla mér flík sem kostar 1.500 krónur í svona hringrásarverslun, þá ég kannski ekki að fara að borga 1.600 krónur í sendingakostnað, af því að höfum við dropp hérna fyrir austan, já, við tökum á móti því, þeir geta ekki sendt frá sér hér. Við höfum pakkasendingar hjá Eimskip, þar sem hægt að sækja í Ólís og eitthvað svona, það sama. Og ég búin að bíða núna í 2 mánuði eftir að ég fekk svarið, við erum búin að finna út úr þessu öllu, þetta bara tæknilegt vandamál og nú tæknideildin í þessu. Og tæknideildin ennþá í því að finna út hvernig þeir geta tekið pakkan minn sem ég kom með í Ólís og farið með hann til Reykjavíkur. En vonandi kemur það einhvern tímann. Við erum líka með, bara svona til þess að ýta, segja ykkur svona meira frá því sem við erum að gera, sem ekki bara þessi fataendursala. Við erum líka með svona þemadaga, það eins og fyrir öskudaginn, þá buðum við fólki, af því við vitum að það til búningar á öllum heimilum í tugatali, og við buðum fólki að koma bara með búninga sem hættir í notkun á þeirra heimilum, þurfti ekki að borga fyrir það, við vorum bara með ákveðin stað fyrir það, við tókum þóknun af sölu eins og við gerum að öðru og fólk losnaði við þetta og þetta fór í endurnýtingu. Sama erum við að gera núna, það sumardagurinn 1. í vikunni og í tilefni af sumardaginn 1. þegar fólk að kaupa sumargjafir og svona, þá erum við með leikfangadaga og fólk að koma með leikfang til okkar, bara heil og hrein og þá þetta í fínu lagi, þau koma bara og droppa pókanum til okkar, við verðmerkjum, seljum, tökum þóknun og leikfengin komast áfram á næsta stað. Og við erum að reyna að hafa þetta svona að leiðarljósi að vera, ekki bara að einblína á eins og fatnaðinn, við erum að horfa á meira, það svo margt sem við getum verið að endurnýta, sem bara að hrúast upp bara á jörðin okkar, það bara svoleiðis. Og ég alveg sannfærð að allar fataverslanir í heiminum gætu verið hringrásarverslanir af því það til svo mikið að fatnaði nú þegar. Það bara svoleiðis. Og ég bara hvet ykkur til þess að nota hvort sem það verslunin okkar eða hérna fyrir austan, verslunin sem hérna á Egilsstöðum, Rauðakrossbúðin, bara það leynist gull á öllum þessum stöðum, sko. Og ef við erum öll að gera þetta, þá hefur það áhrif. Þá skiptir það kannski máli. Já, ég ætlaði líka minnast á að við erum líka með, við erum að bjóða netverslunum upp á að vera með hillupláss hjá okkur. Þannig að við erum að fá, eins og við erum til dæmis að bjóða fangaverk, að þið veit ekki hvað það þá það vinna sem unnin í fangelsum landsins og bara í þeirra endurhæfingu í rauninni og þeir eru með netverslun. Við erum að fá bara í einni sendingu, það náttúrulega sparnaður í því og orkusparnaður líka, að vörur til okkar og fólk getur keypt þær hjá okkur. Svona erum við með frá nokkrum verslunum. Næsta sem við erum að fá í vikunni frá verslun sem heitir Garnsalan og Garnsalan byrjaði þannig að það var kona
sem var að vitna því að það var verið að henda fullt af afgangsgarni frá tískuvöruframleiðendum. Þú veist, allt þetta sem var ekki lengur verið að nota, og hún er að flytja það inn til þess að koma því í nýtingu. Þannig að þetta er hringrásin enn og aftur. Þannig að við erum að fara að fá það inn, við erum rosa spenntar fyrir því. Og svo erum við líka að selja sem sagt bæði vörur, áfyllingu, hreinsefni, sjampó, hárnaringu og svona fyrir ykkur sem ekki vitið af því. Það var hægt að koma og fá það hjá okkur. Og við erum líka að selja sem sagt gjafavöru frá fólki á svæðinu sem er að búa til eitthvað heima hjá sér, eins og ég var að gera keramikk og er að selja það þarna. Það er fólk sem er að prjóna og alls konar svona sem að fær, sem er kannski ekki með neitt svona, plattform, þú veist, til þess að selja vörurnar. Þau eru kannski ekki fara að stofna vefverslun eða stofna verslun, en geta komið og haft það bara frítt hjá okkur, og það er sama, við tökum bara þóknun. Þannig að, já, önnur hindrun sem ég ætla að tala aðeins smá útúrdúr, en ég tala aldrei neinstaðar á þess að sé einhver útúrdúr. Til þess að svona verslun virki er staðsetningin mikilvæg. Við erum, eins og ég segi, í Mólanum á Reyðarfirði þar sem Krónan, Livja og Veiðiflugan eru svakalega verslunarmiðstöð, en þarna versla allir af fjörðunum. Krónan er lágvöruverslunin á fjörðunum, og þess vegna erum við að ná þessum hópi sem ég var að tala um áðan þarna inn, sem labbar þarna framhjá og bara endar með því að koma inn, sem hefði aldrei farið og keyrt á einhvern ákveðin stað bara til þess að koma til okkar. Þetta er ótrúlega mikilvægur hópur, og við fáum þau inn þegar við erum þarna, en þegar við erum þarna þá þýðir það líka að við erum að borga mjög háa leigu, og það er náttúrulega bara, já, það stoppar okkur í til dæmis því að geta þróað okkur áfram dálítið, vegna þess að, eins og ég sagði, við þurfum að hafa laun. Ég er öryrki og ég get bara unnið upp á vissu marki, og þá er ég ekki að meina bara út af lögum öryrkja, heldur virkilega út af minni heilsu, og Berglind er í öðrum vinnum til þess að geta sinnt þessu. Ef að til dæmis leigan væri ekki svona há, ef við fengjum einhverja styrkja á móti, þá getum við mögulega ráðið inn starfskraft í hlutastarf, og jafnvel bara fleiri eins og öryrkja sem væri til í að fara í lítið hlutastarf, því það er í boði á mjög fáum stöðum, og eða Berglind geti komið inn, hætt í einni vinnunni sinni og komið inn og sinnt þessu betur. Þannig að það er svona alls konar sem að stoppar okkur sem að í að, þú veist, þróa þetta ennþá lengra. Þannig að, já, ég held að ég hafa komið öllu frá mér sem að ég vildi koma frá mér. En ég ætla bara aftur að hvetja ykkur til þess að nota þessar verslanir sem eru hérna. Hvort það eru Fjarðarbásar, 700 básar sem eru hérna á Egilsstöðum, Rauða kross búðin. Því miður er Hólagull ekki lengur á Eskifirði. Hljóðmaðurinn, sko, hann var með þá verslun. Þú veist, þetta er bara, það er algjört gull að koma inn í þessar verslanir. Og bara mæli með. Svo ætla ég bara að segja takk fyrir mig. Kærar þakkir, Anna Sigrún. Ég held við megum ekki vanmeta áhrifin sem að verslanir eins og Fjarðarbásar geta haft bara á svona viðhorfs- og menningarbreytingu. Heyrði, þá er erindurum lokið. Við þökkum fyrirlesurunum kærlega fyrir. Já, einmitt, Jói er að gera svona, þá þýðir næsta. Við ætlum að ljúka streyminu. Við þökkum ykkur fyrir sem að hafa verið að fylgjast með okkur í dag. Ef þið viljið láta okkur vita einhverjar tillögur sem þið hafið, þá getið þið alltaf haft samband saman@sofun.is. Við sem erum hérna í rýminu, við ætlum að fá okkur smá pásu, 5 mínútur, kaffi og pissupása, og svo ætlum við að hefja samtal aðgerðir. Takk.